Systir, ég á spurningu spádóminn. Hvert tilgangurinn? Systir, með handeyfirlækningu þegar spádómurinn veittur, í samanburði við það þegar hann veittur í gegnum síma. Til dæmis, manneskja kemur hingað í kirkjuna og á vin eða kunningja í öðru fylki eða í öðru ríki, þar sem sá aðili einnig sækir kirkju. Og þessi manneskja hér, köllum hana að ganga í gegnum vandamál í fjölskyldu sinni, í vinnu eða með einhver persónulegan vanda. Þá hringir hún í vin sinn, sem sækir samkomur í hinum söfnuðunum, og biður hann leiðsögn, að biðja fyrir sér og segja sér það sem Guð vill láta hana vita, í gegnum síma. Hefur þetta gerst? Ertu vitni að við að þetta hafi gerst? Hefur það átt sér stað? Ég hef ekki gert þetta sjálfur, systir, en ég vitni að við að þetta hefur gerst. Jæja, það manneskjur sem gera þetta bera blekkingaranda. Þetta kemur ekki frá Guði. Það sem kemur frá Guði regla og skipulag, og við eigum að safnast saman í kirkjunni til að leggja hendur yfir fólk. Við spádómurinn birtist með handeyfirlækningu. Ef engin handeyfirlækning á sér stað, þá birtist spádómurinn ekki. Hún kemur fram með handeyfirlækningu, rétt eins og lækningin. Ekki vegna þess að hendurnar okkar hafi einhverja krafta, alls ekki. Þetta hlýðni við það sem Guð hefur sett fram. Drottinn sagði, og yfir veikum skuluð þið leggja hendur, hann hefði getað sagt. Segið einfaldlega, þér hefur verið læknað og það hefði verið nóg. En hann sagði, leggið hendur, við eigum að hlýða. Hendur okkar hafa enga krafta, enga orku. Allt þetta orku, að einhver hafi mikla orku, eða að handeyfirlækning miðli góðri eða illri orku, lygi. Þetta ekki satt. Það sem við gerum við af hlýðni við Guð, vegna þess að honum þóknaðist að setja þessar reglur til að sjá hversu langt við förum í hlýðni. Þegar hann segir, krjúftu og auðmýktu þig fyrir mér og ég mun blessa þig, þá gætum við sagt, ég get auðmýkt mig standandi eða sitjandi, en ef hann segir að við eigum að krjúpa, þá krjúpum við. Ekki vegna þess að það hafi sjálft einhvern kraft, heldur vegna hlýðninnar. Því stendur, hlýðni betri en fórnir. Guð sagði, hlýðið og hlýðni felst í því að leggja hendur. Með handeyfirlækningu kemur frelsun, lækning og spádóm. Þar birtast mörg verk Guðs. En þetta, hvernig á maður að gefa spádómt í gegnum síma? Blekkingarandar gera slíkt. Já, blekkingarandar gera það. Við einu manneskjurnar sem gætu miðlað svona í gegnum síma væru þeir sem hafa sérstaka köllun og stöðu, spámenn, boðberar, kennarar og þeir sem boða fagnaðarerindið. Slíkir einstaklingar, eins og Pétur, Páll, Tímóteus eða Jóhannes, fólk eins og þeir gætu gefið spádóm í gegnum síma eða jafnvel með bréfi, eða með við að tala og miðla skilaboðum Guðs beint. En það eru spámenn. Ég held þó ekki að slíkir spámenn séu til núna. Því ef bróðirinn segir að hann hafi séð þetta gerast, hvers vegna kemur þessi manneskja, hvort sem hún kallar sig spámann eða eitthvað annað, ekki hinga til mín? Það væri það rétta, það eðlilega. Takið eftir, postularnir unnu saman sem liðsheild. En þessi manneskja, ein og sér, að starfa sem miðlari, ég tel ekki að hún sé spámaður. Hins vegar algengt að blekkingarandar noti einstakling til að gera svona hluti og blekkja aðra. Það skal gæta sín, því djöfullinn ávallt tilbúin að blekkja, og slíkir andar geta farið inn í manneskju og miðla röngum skilabóðum í gegnum síma. Sá sem af Guði gerir þetta ekki. Ef slíkt að gerast, eru það blekkingarandar sem nota þessa manneskju. Þetta á ekki að vera svona, og þetta ekki til samkvæmt reglunum sem Guð hefur gefið. En hvað var hinn spurning bróðurins? Jú, hann spurði hvers vegna handeyfirlækningin væri nauðsynleg. Já, við hér kennt að spádómsgáfan birtist með handeyfirlækningu, og það sama gildir lækningu, hún birtist með handeyfirlækningu. Þeir einu sem stundum veita spádóm án handeyfirlækningar eru þeir sem hafa sérstakt umboð, eins og Páll postuli, Pétur, Jóhannes, Tímóteus, Títus og Fílemón. Þeir gátu miðlað orði Guðs með tali, hvort sem það var augliti til auglitis eða ekki, rétt eins og spámenn fornsögunar. En til að sjá manneskju með slíka köllun,
þarf svo manneskja að uppfylla mikið. Þetta er ekki hver sem segir. Guð sagði mér að ég væri spámaður, en hefur hvorki vitnisburð né þekkingu á kenningunni. Nei. Slík manneskja þarf að vera kennari í orði Guðs. Þegar Guð notar einhvern á þessu stigi, þá gefur hann honum kenningu, hæfileika og stuðning. Sú manneskja hefur vitnisburð, ber ávöxt, gefur fordæmi að hún sé sannarlega barn Guðs, þjónn Guðs. Þetta er ekki hver sem er. Ég veit ekki hvort mér tekst að útskýra þetta. Þið eigið, af einfaldri rökhugsun, að geta séð hvort fólk hefur þessar forsendur áður en það tileinkar sér svona titla. Þessir titlar koma frá Guði, en Guð gefur þá ekki á einni nóttu. Hann gerir það með andlegri reynslu, ríkum ávöxtum, verkum, sterkum vitnisburði og djúpri þekkingu á kenningunni. Þegar þetta er til staðar, þá getum við trúað slíkum manneskjum, slíkum þjónurum. Jæja, ég veit ekki hvort efinn þinn, bróðir, hefur verið svaraður. Já, systir, ég var vitni að þessu, en á þeirri stundu var ég ósammála, og ég vildi að systirinn sjálf staðfesti það. Jæja, ef bróðirinn var ósammála, þá er það vegna þess að Guð hefur sýnt honum að þetta er rangt og að þetta eru blekkingarandar. Þarna þarf að fara mjög varlega. Og til safnaðarins, það sem margir á ýmsum stöðum eru að horfa á okkur í dag, verðið á ykkur, gætið ykkar á svona fólki og slíkum hópum. Ég þekki hópa sem hafa risið upp og byrjað að miðla opinberunum og yfirlýsingum til gegnum síma, og þannig villast þeir, og djöfullinn leiðir þá út úr kirkjunni. Margir í dag eru utan kirkjunar vegna þess að þeir létu blekkjast af djöflinum. Þar að auki voru þeir uppreisnargjarnir og stoltir og leyfðu sér ekki að láta leiða sig eða kenna sér. Þá tók djöfullinn þá út úr kirkjunni. Og nú, að vilja snúa aftur og sættast við Drottinn, er orðið dálítið erfitt.